Komið þið sæl. Skulum byrja að líta á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum nú hérna þessar stóru lægðir hér langt suður í hafi sem að lítið er að gera á okkar svæði. Það er einna helst þessi sem að stefnir hér á Ermarsundi þegar að annað kvöld sem að veldur þá töluverðir úrkomu bæði í Vestur-Frakklandi og svo á Íberíuskaganum. En að öðru leyti er svona útliti svipað og verið hefur. Við hins vegar inn í svona hægri norðaustlægri átt og litlar breytingar nema það dregur dálítið úr vindi og það kólnar líka svolítið hjá okkur. En eins og við sjáum að þá liggur þetta jafnt og þétt bara í þessum bláa lit og til og með þessi bleiki litur sækir nú örlítið að svona norðan frá en það er svona heldur kaldara loft að síga yfir en það er aðalega það bara það lægir og léttir til og það er eiginlega mesta kælingi kemur frá því. Og veðrið hjá okkur þá í kvöld, nótt og í fyrramálið er að það er bjart hérna á sunnan- og vestanverðu einhvers minni háttar éljagangur bæði með norðausturöndinni og svo hérna á norðaustur- og austurlandi. Svo þegar það kemur fram á fyrramálið þá myndast þessi litli hæðarhryggur hér yfir Norðurlandi. Þannig að svona hádegistölunar á morgun gætu verið eitthvað þessu líkt. Sólin aðeins farin að ýla svolítið þannig að hitinn gæti náð að frostmarki hérna bæði á Suðausturlandi og hér við Faxaflóa. 2-3 gráður í Vestmannaeyjum líklega en annars staðar verður líklega og undir frostmarki. Og það verður svolítið nokkur gráður að gæti farið niður í 10 stiga frost inn til landsins á Norðausturlandi sérstaklega. Þróunin síðan þá yfir til fimmtudags er að það er ósköp áþekkt veður. Það er svona norðaustan strekkingsvindur hérna í kringum landi en inn á landi þar sem að hæðarhryggurinn byggist upp og þar verður vindur hægari og einhver smá él áfram þá sérstaklega hérna norðan til en áfram bjart á Suðvestur- og Vesturlandi og inn á mest allt sunnanvert landi og jafnvel yfir á Suðausturland líka. En þetta er þetta er bara róleita veður og eiginlega bara nokkuð gott. En síðan ef við lítum þá á þróunina út fimmtudag og fram til föstudags að það sem gerist er að við sjáum hér eina litla lægðarbólu hér allra syðst, aðra hérna vestast og svo er þriðja fyrir austanland og svo fjórða rétt norðan við land. En þar sem við erum með svona ríkjandi norðlæga átt að Norðurlandi og austanátt hér fyrir austanland að þá er líklega að þessir bakkar gætu náð inn þegar líður á föstudaginn en meiri líkur að þessi færist þá til vesturs þar sem að vindur í lofti er austlægur. Á laugardaginn hins vegar þá er svona viðloðandi, á föstudaginn að þetta er svona hádegistölunar, það er orðið kalt á landinu. Þar sem skýjað verður náttúrulega ofurlítið mildara en inn til landsins á norðaustur- og austurlandi léttir til og þar verður ansi kalt og getur farið vel niður á svona 2 stafatölunar þar. Frostið en svo eins og það er spurning hvort að þessir bakkar nái eitthvað inn að einhverju magni en það er líklega ekki mikið sem kemur úr þessu. Á laugardaginn hins vegar þá er svona éljarloft, skúra éljarloft sem liggur hér svolítið sunnan við land og ekki gert ráð fyrir að það ná inn nema þá á mjög litlu leyti. Og svo er þessi litli bakki sem við sjáum hérna úti fyrir Vestfjörðum að hann hefur kannski einhver áhrif hérna fyrirpart laugardags en þetta er ósköp lítil úrkoma og það dregur úr frostinu hérna vestan til en það frekar skýjað, eitthvað bjartara í hæðarhryggnum á norðausturhorninu en þar er hins vegar kalt. Ef við lítum þá yfir til Evrópu að þá er eins og undanfarna daga verið litla breytingar að kaldalofti lekur hér niður og í Austur-Evrópu og heldur á móti lægðunum sem koma hér inn. Þannig að skúralofti kemur hér inn á Biskajaflóann og inn á Miðjarðarhafið og það er austur úr. Það er aðeins að hlýna eftir því sem austan dregur núna í álfunni en það er samt frekar kalt í Austur-Evrópu en allt er lagi hitastig annar staðar en eins og áður sagði með hafáttina inn Biskajaflóann og inn á Portugal og þaðan yfir Spán. Það er búið að vera mjög blautt og víða erfitt ástand. Þetta er ekki svæði sem er vant að þurfa að vera með úrkomu í marga daga og jafnvel ekki margar vikur í röð. En við skulum þá líta yfir til Kanarí, þar er nú heldur betra veður, það er hæg norðaustlæg átt og bjart og hitinn í rúmum 20 gráðum. Og ef við lítum síðan vestur hafa þá er þessi lægð hér að fara vestur af litla lægðin við Kaliforníu er ennþá á sínum stað en annars ágætasta veður hæði við miðríkjunum. Þannig að við látum þetta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.